Ertu búin að... Ekki bara kveikja hérna, nei. Ef við ekki bara starta webinarnum. Jú, ekki það. Það var það að sjá það frá detta inn, sko, þá sem 5 minútur í. Og það sér að skrýni 2 held ég ekki það sem er komið hérna, er það komið upp þarna. Sjá hvað það er. Sér þessum. Ég ætla að séra hinum, sko. Þannig að sjá þessum segir slideshow kemur hérna. Þarna sem nú er komið upp, já. Það ekki. Jú, ég held að það sem að séra réttu núna. Ok. Ertu búin að setja á... Ég er búin að opna fundin. Það er að byrja þetta niður á. Ég er búin að séra þetta í réttu skjá. Svo það tekka þetta á að vera í lagi. Míkrofónn, er hann hér einhvers staðar? Það er bara á að vera hér, sko. Það tala bara yfir þessu. Já, þú mátt bara standa hér, svo bara sem hér, það er samt ekkert að vera yfir á þetta. Þetta er músin sem ég nota ekki sett hérna. Jú, já. Og þá áttum við þetta svona þægilegt þegar maður sér næstu glæðingu. Já. En hún verður ekki stærri en þetta, svo sem uppi er. Jú, hún er alveg í þessu. Jú, ég sé það svona þarna, en hún er ekki stærri hér. Nei, þetta er útlitið sem þú ert með. Já. Það er að tjekka með það. Já. Og það er að fara upp. Ég var eins og nokkuð lindur. Já, við förum ekki að byrja fyrir 8, við byrjum bara mínútunum samt, sko. Og þetta er útsendingar hafið. Það er svona Er útsendingin byrjuð núna? Já, þannig að það er það sem ég segja. Ok. Já. Já, að vera vetrarmækina. Ekki slæmur, það hefur verið bjart og kalt, en við skilst. Það er utantekninga í janúar. Já, hann komið með febrúar næstu því. Febrúar segi. Og maður sér það núna, sko, sólar er farið að njóta aðeins. Já, þetta er rosalega munur. Já, hérna. Það gerir svo, maður alltaf hissa hvað það gerist strax, sko. Ég labbaði heim 6 í gærkvöldi og það var það bjart. Já. Og það var mesti munur. Já. Það er svo merkilega, sko, maður held, já, menn þetta gerist ekki, þú veist, já, þetta gerist líka. Þetta er svona ellipsulaga, það sýnir skora þessi lenging á dögunum viku í kringum, sko, vetar sólhvörf, að það var lengingin á viku voða lítil, en jafndagur og vori, þá var hún komin í hámark. Heyrstu þetta? Þetta heyrist? Já, það heyrist. Allt í lagi. Og smá mynd af þér þarna. Já. Sko, það var þetta á henni lagi. Þegar ég ætla að fara upp þarna. Já. Já, við skulum vona að þetta virki og vona að það sé í lagi. Sjáum við einhvers staðar hér inni hvað eru margir tengdir? Er það einhvers staðar hér inni? Já, það var að vera með gríma að ég tala það. Nei. Já, ég fann bara fyrirtags vetrarveður fyrir helgina. Já, kalt og bjart en stillt. Svo lærir maður þegar maður eru fullorðina þegar maður er að smyrja sig áður en maður fer að tala. Annars er þetta allt stillt og bjagað. Smurning að varðina og nóga vatni og hendina er nauðsyn. Annars er þetta allt saman eitthvað bjagað, þurft og klístrað. Skiptist þið varla að vera hér á föstudagsfundum? Já, við komum svona við báðir. Það er eitt sem að sko erfitt að okkur finnst hvað er það mikrofón hérna að hringi í það meðan þú talar og spyrja hvað er það mikrofón, eða hátalar þetta, mikrofónin er lagi sko. Ok, þetta er nú mikrofónin ekki? Jú, en þú veist að þetta á að vera hátalari líka svo þannig að þessum að sko getur komið með munnlega spurningar sko. Ok, já, það með komið spurningar og með það var strax eftir. Svo var
Valgeir Sigurður yfir okkur, Sigurður Sess, Valgeir yfir okkur. Er hann tengdur einhverstaðar, sér hann? Já. Það segir okkur að hljóðið verið daginn. Já. Sýnum við þetta. Klukkan er 8:08, ef ekki bara byrja þessu. Jú, jæja, góðan dag og velkomin á fræðslufund. Í dag ætlar Ingvar Teitsson að tala mjög áhugavert efni sem meðgöngu sykursýki. Gjörðu svo vel, Ingvar. Takk fyrir það, Gunnar. Og Guðjón Kristjánsson bað mig að flytja hér erindi á föstudagsfundi og mér datt það í huga segja ykkur svolítið frá meðgöngu sykursýki sem ég hef verið að fylgjast með hér undanfarna, 2 áratugi að mestu hluti og segja ykkur frá reynslunni hér á SAK af því. Nú, meðgöngu sykursýki, við getum skilgreint hana þannig að hún skert sykurþol að einhverju hluti sem byrjar eða greinist fyrst á meðgöngu. Við köllum þetta á ensku gestational diabetes mellitus og við notum bara skammstöfunina GDM. Það þægilegri í munni hér í fyrirlesturum heldur en meðgöngu sykursýki. Nú, af hverju skiptir GDM máli? Við vitum að jafnvel vægt skert sykurþol á meðgöngu getur haft mjög neikvæðar afleiðingar fyrir meðgönguna, bæði fyrir konuna sjálf og barnið. Nú, efnaskipti glúkósa meðgöngu er svolítið flókin og við förum aðeins í þau. Hér getur verið áhrif á fóstrið og hugsanlega á einstaklinginn til langs tíma eftir að hann fæðist og líka áhrif á móðurina, bæði á meðgöngu og til síðar líka. Efnaskipti glúkósa meðgöngu sem fara aðeins stuttlega í þau. Fyrstu 12 vikur meðgönguna þá lækkar fastandi blóðsykur, gagnstætt því sem einhver kynni að halda og er í lágmarki 12 vikur meðgöngu. Við sjáum þetta hjá konur sem verður með típu 1 að insúlínþörf þeirra minnkar svolítið í upphafi meðgöngunnar. En svo breytist þetta. Nú blóðsykurinn eftir máltíðir hins vegar fer fljótlega að hækka og insúlínkonstitúsjón í blóði fer að hækka líka. Þegar kemur fram á seinni part meðgöngunnar, miðja meðgöngu og seinni partinn, þriðja trímester og það eru næmi fyrir insúlín minnkandi, við fáum insúlín resistance og þá kom þarna áhrif frá hormónum á meðgöngunni eins og human placental growth hormón sem verkar sem eins konar insúlín resistance hormón. Nú á móti kemur beta-frumur í brisinu auka insúlínseytingu ef þær eru það færar það. Og stundum sjáum við hjá konur sem eru með típu 2 sykursýki eða konar langt í það ferli að þar brisið að fara í þrot og beta-frumurnar geta þá ekki aukið insúlínseytingu eins og skyldi. Nú, áhrif af þessu eru síðan þau að fáum aukinn flutning á glúkós og öðrum næringarefnum eins og amínósýrum yfir fylgjandi fóstursins, þannig að það dafnar. En við viljum ekki að það dafni ómikið. Hér sjáum við einhverja frumur í líkamanum til að minna ykkur aðeins á lífeyrissvæðina hér á bakvið. Hérna höfum frumur sem þarf að fá glúkósu inn til að dafna og þrífast. En glúkósu má ekki fara inn bara einhvern veginn. Það verður að stýra innflæðinu. Það er gert með insúlínreseptor. Það er viðtak fyrir insúlín sem er hér og eftir máltíð þegar að sykurblóðinu hækkar þá kemur meira insúlín út í blóðbrisinu. Insúlín finnur viðtakan sinn hér vonandi, finnstu hann og þá opnast hér flutningskerfi fyrir glúkósu inn í frumuna. Það sem gerist í típu 2 sykursýki og líka í sykursýkja meðgöngu er að það verður truflun hér. Eins konar downregulation á insúlínreseptornum, þannig að insúlínblóðinu finnur ekki reseptorinn sinn eins vel og skyldi og sykurflutningur er einn truflast og þá hækkar sykurinn í blóðinu. Og meðgöngu hormón, eins og human placental growth hormón, trufla þennan insúlínreseptora talið þær og valda það eins konar downregulation á meðgöngunni, sem síðan hverfur þegar fylgjan er farin við fæðingu barnsins. Nú, hvernig skilgreinum við sykursýki utan meðgöngu, hvað hétir, utan meðgöngu? Þá getum við gert sykurþolspróf og við gefum 75 grömm af glúkósu sem drykk. Við mærum blóðsykur í plasma og bláæð, ekki með fingurstungu og við mærum fastandi gildi og síðan afturgildi 2 klukkustundum eftir glúkósudrykkinn. Ef sykurinn er þarna að minnsta kosti 7 fastandi, þá köllum við það sykursýki. Ef sykurinn 2 klukkustundum eftir drykkinn er að minnsta kosti 11,1, þá köllum við það líka sykursýki. En svo er þarna grátt svæði, ef fastandi sykurinn er ekki 7 og ef blóðsykurinn 2 klukkustundum eftir drykkinn og byrjun 7,8 til 11, þá köllum við það skert sykurþol. Við getum líka í dag greint sykursýkja típu 2 með mælingu á hemoglóbín A1C og við segjum að ef að hemoglóbín A1C gildið er að minnsta kosti 6,5% eða 48 millimól per mól, þá köllum við það sykursýki.
En vel að merkja, þessi skilgreiningarmerki, þau gilda ekki á meðgöngunni. Þar höfum önnur viðmið sem miklu lægri. Nú, við komum þá hérna þessari rannsókn sem kölluð HAPO-rannsóknin, sem birt 2008 og þetta var svona tímamóta rannsókn í samvinnu við meðgöngu sykursýki. Hér var spurt þessara mikilvægu spurningar, væri blóðsykurshækkun á meðgöngu skaðleg? Og þar voru til fjölþjóðlega rannsókn til að reyna að fá svar við því. Og hún var kölluð Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome eða HAPO. Hérna tóku þátt 15 rannsóknarsveitur í 9 löndum, bæði á Vesturlöndum og í Ástralíu og víðar, og þarna voru teknar ófrískar konur, komnar svona cirka 28 vikur á leið, pluss mínus 4 vikur, og þær voru settar í sykurspróf. Þarna var tekið fastandi gildi 1 klukkustund eftir 75 grama drykkin og gildi 2 tíma eftir drykkin. Og útkoman var síðan metin með því hvernig nýbörnin voru þeir stórir, það er að segja yfir 90% normagildi, lenti konan í prímærum keisaraskurði, kom blóðsykurfall fram hjá nýbörnum eftir fæðingu og hversu hátt var C-peptíð í nafasteinsblóði hjá fóstrinu. C-peptíð getur verið mælikvarði á insúlínsetningu fóstursins, þannig að hyperinsulínemi í fóstrinu vegna ofstækkunar kemur fram sem hækkun á C-peptíð í nafasteinsblóði. Og þarna var miðað við hvort C-peptíð væri yfir 90% af normagildi fyrir C-peptíð í nafasteinsblóði. Nú, þessi HAPO-rannsókn var býsna umfangsmikil og alls voru eitthvað 25.000 konur í sykurspróf og takið eftir að fastandi blóðsykur var undir 5,8 og ef 2 klukkustundar blóðsykurinn var undir 11,1 þá var konan tekin í rannsóknina. Ef gildin voru fyrir ofan hér, þá var sykurinn of hár þegar konan færi í rannsóknina. Nú, konunum og þeirra læknum voru ekki sögð sykurgildin. Þetta var blendað að því leyti. Og síðan var konum skipt upp í 2 flokka og fylgt eftir út meðgönguna. Flokkarnir voru 7 eftir fastandi sykurgildum og eftir 1 klukkustundar gildum og 2 klukkustundar gildum. Við sjáum hér að þetta eru lág gildi á fastandi sykurum. Flokkur 1 var fastandi sykur undir 4,2, flokkur 2 4,2 til 4,4, flokkur 3 4,5 til 4,7, svo 4,8 til 4,9, 5 til 5,2, 5,3 til 5,5 og 5,6 til 5,8. Þetta eru frekar lággildi og langt undir því sem við köllum diagnóstískt fyrir diabetes og meðgöngu. En engu að síður, hugmyndin var svo að meta skipta þessi lágu gildi máli í samhengi við útkomuna. Hér sjáum við síðan þetta sem notað var til að ákveða hvort að barnið væri passlega stórt eða yfirþyngd. Hér miðað það að ef barnið fellur upp fyrir þessa línu, þyngdarins fellur á þessa línu sem er hér, sem er 90% línan, þá er barnið yfirþyngd. Þannig að hér ofan við þessa línu ekki að vera nema 10% af börnunum á hverjum tíma. Við sjáum þetta hér að ef meðgangurinn er 37 vikur, þá lendir drengurinn í yfirþyngd ef hann er 3700 grömm eða það hann stærri. Eftir 41 viku meðgöngu hins vegar lendir drengurinn ekki í yfirþyngd, þótt hann sé 4300 grömm. Síðan eru stúlkurnar léttari, þannig að þeir eru koma sams konar rit fyrir stúlkur. Þá sjáum við eftir 37 vikna meðgöngu, þá er stúlkan komin í yfirþyngd ef hún er 3600 grömm. Og eftir 40 vikna meðgöngu er stúlkan komin í yfirþyngd ef hún er 4200 grömm. Þannig að þetta er svolítið flókið og það tekur tíma að lesa úr þessu eftir meðgöngu lengd hvers barns hvort að barnið sé í yfirþyngd eða ekki. Hér uppi sjáum við síðan 4500 grama línuna sem er þetta klassíska viðmið fyrir makrosómía. Og við sjáum að sú lína er hér langt fyrir ofan 90% línuna. Þannig að aðeins grófustu stóru börnin lenda upp fyrir 4500. Nú, hér sjáum við útkomur úr HAPO-stúdíunni á nokkru leyti og hér sjáum við tengslin á milli glúkósuflokkana og þess hve mörg börn voru fyrir
voru í yfirþyngd, yfir 90% sem HAPO-stúdían hafði sem viðmið. Við sjáum hér að fastandi blóðsykur hjá konunni var undir 4,2 í flokki 1, þá voru ekki nema 5% af börnunum í yfirþyngd. Ef hins vegar voru komin í flokk 7, þegar fastandi blóðsykur var á bilinu 5,6 til 5,8, þá voru 30% af börnunum í yfirþyngd. Munurinn þarna á milli mjög sláandi. Og svipað gildir fyrir 1 klukkustundar gildin í siðferðisprófinu og fyrir 2 klukkustundar gildin í siðferðisprófinu. Það er sláandi munur á meðalþyngd barnanna við fæðingu eftir því hvort sykurinn er hér niður í 1 eða upp í 7 og samfelld kurva með stíganda á milli. Með keisaraskurði sem voru prímeri, það er að segja að farið út í neyðarkeisaraskurði, þá sjáum við líka tilfinningu þar að börnin sem voru, eða maðurnar sem voru með lægsta sykurinn á bilinu 4,2 og þar undir, kannski 1200 þeirra þurfti í neyðarkeisara, en ef konurnar voru í efsta hópnum með sykurinn á bilinu 5,6 til 5,8, þá þurftu kannski helmingi fleiri í neyðarkeisara. Svipað sást fyrir C-peptíð í nafnasteinsblóði og við förum ekki í það hér. Þarna voru semst dramatísk tengsl á milli frekar vægrar hækkunar á blóðsykri og fæðingarþyngdar. Nú, þannig í HAPO-stúdíunni þá kom þetta fram að hækkandi blóðsykri á móðurinni hefur bein tengsl aukna fæðingarþyngd, bein tengsl við fæðingu með keisaraskurði og hefur auk þess neikvæða frá nýbrugur og axlakremlum. Auk þess kom í ljós þegar að aðrir hlutir í þessari HAPO-stúdíu voru eldur og skoðir að offita ein sér hjá móðurinni tengist aukinni fæðingarþyngd og hækkun á blóðsykri ein sér tengist aukinni fæðingarþyngd, en hvort tveggja hefur mjög dramatísk áhrif til að hækka fæðingarþyngd barnsins. En þessir áhættuþættir leggjast saman þegar bæði offita og meðgöngusykursýki fara saman. Nú, eftir þetta fór maður svo skilgreindu meðgöngusykursýki upp á nýtt með þessi lágu gildi af sykri í blóðinu sem eru þó skaðleg. Og hér miðum við að gera siðferðispróf eftir 24-28 vikur meðgöngu og þarna viljum við að fastandi blóðsykur, ef hann er yfir 5,1, ef hann er minnst 5,1, þá telst það meðgöngusykursýki. Ef blóðsykurinn 1 klukkustund eftir siðferðispróf er að minnst 10, þá telst það meðgöngusykursýki. Og ef blóðsykurinn 2 tíma eftir siðferðisprófið er að minnst 8,5, þá telst það líka meðgöngusykursýki. Einn þáttur af þessum 3 nægir til að setja greiningu. Nú síðan ef sykurinn mun hærri, ef hann er kannski 7,0 eða meir fastandi, þá könnum við ekki meðgöngusykursýki, heldur sykursýki tegund 2, sem var alltaf að handa ykkur. Nú, hvaða konur á að skima fyrir meðgöngusykursýki? Í fyrsta lagi, ef konur er í yfirþyngd eða offeit, þá er rétt að skima hana. Ef hún hefur fyrir sögu meðgöngusykursýki, þá skimum við hana. Ef hún hefur fætt mjög stórt barn, sem er þá 4,5 kg eða þaðan meira. Ef fjölskyldusamur sykursýki í nánum ættingjum, í foreldrum eða systkinum, og eins, ef konur er ættuð frá Indlandi, Miðausturlöndum eða Vesturindíum, ef hún er dökk frá Vesturindíum, þá er aukin hætta á sykursýki í þessum ættflokkum, þjóðflokkum, og þá er meiri ástæða en öll til að skima. Þá skulum við líta aðeins á þjónustu við GDM hér á Norður-Austurlandi. Hérna er venjan svo að ljósmæður eða hjúkrunarfræðingar skima ófrískar konur fyrir GDM eftir því sem ástæða þykir til. Og ef að GDM greinist, þá fáir fræðslu í heilsugæslunni meðal sjúkdóma sem leiðbeiningar mataræði og þær eru látnar fara mæra blóðsykra 4 sinnum á dag. Bæði fastandi og síðan 1 klukkustund eftir máltíðir. 1 klukkustund eftir morgunverð, hádegismat og kvöldmat. Og markmiðið er þarna að halda fastandi blóðsykrum undir 5,9 og að halda gildurum 1 klukkustund eftir máltíðir undir 7,8. En ef þetta gengur ekki nógu vel í heilsugæslunni, ef kannski 20-30% af gildum á 1 eða 2 vikum eru yfir þessum mörkum, þá er það sendar áfram og hingað upp á SAK. Það sem ég hef tekið að mér undanfarna áratugi að fylgja þessu máli eftir.
Ef við lítum þá á reynsluna síðustu 10 árin, reynsluna hjá mér að vinna með GDM. Hérna hef ég fengið tilvísanir frá ljósmæðurum og hjúkrunarfræðingum og þetta sendt með tölvupósti eða símtali til að það gangi sem hraðast. Og þá reyni ég að sjá konurnar innan 7 daga frá því að heilsugæslan hefur samband. Uppvinnslan felst síðan í náttúrulega viðtali og skoðun, mælir blóðsykur og hemoglóbín A1C, þagskimanagerð, almenn uppfræðsla með fræðsluefni og síðan meðtökum þörf fyrir lyf eins og metformin og insulín, sem eru þau lyf sem við notum hér ef við notum lyf yfirleitt. Eftirfylgni síðan í gangi og nauðsynleg. Þessar GDM konur koma hér á meðgöngumóttökuna og svona 2-4 fresti út meðgönguna og maður endurmetur aðstæðurnar stöðugt eftir hvernig sykurinn þróast, eftir hvernig sykurmengarnir heima eru, eftir hvort hemoglóbín A1C hækkar teljandi og metum að þörf þeirra fyrir blóðsykurlæknandi lyf. Og síðan hef ég verið í ágætri samvinnu við fæðingardeildina þegar kemur að öðrum hlutum eins og meðgöngu vandræðum, háþrýstingi og þess háttar. Þá hringir maður og tekur maður upp símann og hringir í vin. Nú, hvað er þetta nú stór hópur sem ég hef verið að fylgja eftir því síðustu 10 árin? Jú, þetta eru alls 70 þörf konur sem hafa greinst með, sem ég hef greint með meðgöngu sykursýki hjá minni móttöku hér í þessu eftirliti síðustu 10 árin, 2011-2020. Þetta eru meðsmargar konur 34 á ári, meðalaldurinn fyrstu komu er 30,7 ár, þannig að þetta eru engir unglingar. Meðgöngulengdin þarna rétt tæpar 28 vikur og meðal BMI við fyrstu komu er 37,8, sem er býsna dramatískt og við komum að því seinna. Meðal hemoglóbín A1C við fyrstu komu er ekki mjög hátt, svona 5,7, við komum betur að því síðar. Hérna sjáum við fjöldan af þessum GDM konum sem komu til mín per ár, frá 8 hér í upphafi 2011, fastar voru þær 3 ár árið 2013, við verðum einhvern óla á tilvísanakerfinu þá, það er upp í 14 ári hér 2017 og 12 2020 sem er síðast ári sem ég er búinn að gera upp. En þetta er ekki mjög stór hópur en þó allt í allt 73 ár. Aldurinn fyrstu komu kemur hérna í ljós, meðalaldurinn 30,7 ár og við sjáum að þetta er svona nokkurn veginn normal dreifing frá cirka 20 upp í 42-3 ár. Með topp hér greinilega í kringum 30 árin. Þannig að meðalaldurinn hér endurspeglar það nokkuð vel. Nú, þyngdin fyrstu komu kemur hér og hún stingur í augun. Hérna tökum við BMI á konunum, body mass index, og af því að það eru komnar tölur þá leið, 28 vikur á meðaltali, og var gert ráð fyrir því í HAPA-stúdíunni að skilgreinar offitu, ekki sem 30,0, heldur 33,0 og þar yfir. Yfir þyngd, eða overweight, var þá skilgreind líka, ekki sem 25-30, heldur 28,5 til 32,9. Og kjörþyngd undir 28,5 í BMI. Þannig að þetta ekki hefðbundin sem gilda utan meðgöngu. En með þessu sjáum við að 5 af þessum 73 konum voru í kjörþyngd. 13 voru í yfirþyngd og 55 af 73 voru offetar, sem er býsna dramatískt. Nú, hemoglóbín A1C fyrstu komu, það er hér, þetta er náttúrulega ekki alveg normal dreifing, svolítið skjút hérna upp á við, en var hér að meðaltali kringum 5,6 til 5,8% í gamla kerfinu okkar með hemoglóbín A1C mælingum og þetta er svo sem eftir vonum. Örfáar farið við 6%, en athyglisvert þótti mér þegar ég gerði smá analýsu á þessu að það kom ekki fram að þessar konur hér sem voru með 6 eða yfir væru með áberandi þyngri börn við fæðingu heldur en hinar sem voru neðar. Ég hef ekki skýring á því. Hvernig voru þessar konur meðhöndlar þegar kemur að lyfjameðferð? Jú, af þessum 75 konum þá þurftu 17 að mínu mati engin lyf, það er þessar sykursýkilyf, hvorki metformin né insulín. 43 af þessum 73 fengu metformin eitt sér, 10 fengu bæði insulín og metformin og 3 fengu eingöngu insulín út meðgönguna.
Síðan venjan svo að stoppa þessi lyf þegar konan búin að fæða. Nú, hvað með fæðingarnar? Hvernig gekk þetta? Meðal meðgöngulengdin var 38,9 vikur hjá þessum 73 konum. Í þessum 73 fæðingum. Ein kona fæddi 3 þarna á þessum tíma. Var með GTM 3 hjá mér á þessu 10 ára tímabili. Þetta ekki mjög löng meðganga sem helgast af því fyrst og fremst ef konan komin á lyf út af sykursýki, þá hún að öllu jöfnu ekki látin ganga með mikið meira en 39 vikur. Hún sett í gang. 39 vikur á öllu jöfnu ef það ekkert sérst á ferðin annað. Bráðakeisari var við 12 fæðingar af þessum 73, sem nokkuð þá prósenta. Valkvæðukeisari voru 10 fæðingar og hér þýðir þetta það að konan var búin að fæða með keisara áður og þá lendur hún venjulegi keisari aftur að mér skilst á fæðingarlæknum, en þetta ekki mín deild. Sogklokka var notuð 5 fæðingar og tvíburafæðingar voru 2 og það ruglar svolítið statistíkina því að tvíburarnir eru auðvitað léttari og við teljum þyngd þeirra ekki með í uppgjörum. Þannig að þyngdaruppgjör fyrir börnum á bara við 71 fæðingu. Nú, börnin, við höfum þarna sem sagt 71 embura og meðalfæðingarþyngd þeirra var 3,8 kíló, 3,83 kíló. Og með gömlu skilgreininguna makrosómíu, þá voru það bara 4 börn af þessum 71 emburum makrosómís, það séu 4,5 kíló. En það segir ekki alltaf sögu. En svo varum að tala því hérna definerum við yfirþyngd að börnin séu yfir 90% fyrir meðgöngu, lengd og kyn. Hérna sjáum við síðan hversu mörg af þessum nýburum sem voru ekki tvíburar voru yfirþyngd. Og við sjáum hér að 20 af þessum 71 nýburum voru yfirþyngd. Tölfræðilega byggist maður kannski 7, það er 10%, en það eru 20. Og 51 voru þó ekki yfirþyngd. Þannig þetta þau eru býsna væn þessi börn að meðaltali. Nú, síðan fórum við til sérrannsókn hér á SAK, tókum 4 ár, 2020, og reyndum átt okkur á því hversu mörg börn þarna á þessum tíma höfðu fengið greininguna, GTM, í samhengi við fæðinguna. Enda ljósmóður hér á fæðingardeildinni passar upp á að öll börn sem koma inn með greininguna meðgöngusykursýki fái diagnósunúmer og 24,4 og 24,9 eftir hvort þeir eru án lyfja eða ekki, og við leitum í skrá spítalans hversu margar konur þarna höfðu á þessum 4 árum fengið greininguna á 24,9, það er að segja við þurft metformin insúlín. Við leitum líka því hversu margar konur höfðu fengið greininguna á 24,4, það er að segja meðgöngusykursýki án þess að fara blóðsykurlæknandi lyf, og þá síðan margar voru fæðingarnar í heild. Til að fá svona hugmyndir tíðni. Hér koma tíðnitölunar fyrir 2017 á 2020 og við sjáum að þetta er býsna stabílt. Fæðingarnar þarna eru á bilinu 383 til 408 öll árin og fjöldinn með meðgöngusykursýki annaðhvort með eða án lyfja er á bilinu 52 til 63 sem er býsna stabílt. Svo til að fá marktækari tölu þá skellum þessu saman í einn hóp fyrir 4 árin. Hérna sjáum við það að fyrir þessi 4 ár það voru 3,2% í hópum á 24,9, það er sem þurftu bæði metformin og insúlín eða annaðhvort. 11,8% voru í þeim hópi sem ekki þurftu nein lyf og restin það 85%. Þannig að 15% af þeim konum sem fæddu hér á SAK 2017 til 2020 voru með greininguna meðgöngusykursýki sem er býsna há tala. En þetta er svipað og kom í ljós í HAPO-stúdíunni þar hún var gerð upp með nútíma skilgreiningu á GTM. Nú,
Við tökum þetta þá saman og reynum átt okkur á því aðeins hvort við höfum eitthvað lært eða hvað við höfum lært af þessari rannsókn. Þá sjáum við hér að á Sjúkrahúsinu á Akureyri mikill fjöldi af konum sem hefur fengið greininguna meðgöngu og sykursýki. 15% af öllum fæðingum árunum 2017-20. Og ef við lítum á erfiðari endana, þyngri endana á GDM-hópnum sem ég hef fylgt eftir hér á SAG, þá sjáum við að tíðni offitu var sláandi há, 75%, 3 af hverjum 4 eru með offitu. Bráðakeisarskurðir eru 16%, sem að mér skilst á fæðingarlæknum nokkuð há prósenta. Börnin eru þung, meira en fjórðungur af einburunum sem fædduðust voru yfir 90% af náma þyngd. Og við vonum að þarna höfum bjargað einhverjum nýburum frá því að verða alltaf þungir með því að meðhöndla meðhöndlar og reyna að passa på blóðsykurinn á meðgöngunni, en við höfum engan kontról hér. En það er svolítið erfitt að fullyrða að við höfum bjargað hana mörgum börnum eða hve mörgum. Því kontról höfum við því meður ekki. Til framtíðar veltum við upp þeirri spurningu síðan, hvað verður þessi þungubörn sem að fæddust þarna hjá mæðurum eða voru fæddar mæðurum með meðgöngu og sykursýki, verða þessi þungubörn offitusjúklingar og sykursýkisjúklingar framtíðarinnar, okkur grunar það. Og þannig kemur inn bæði erfðir frá móðurinni upp á það að börnin verði þung og fái hækkun á blóðsykri, skert sykurþol, en líka við vitum að umhverfið í móðurkviði hefur áhrif þarna, þannig að börn sem lendi því að móðurinn er með meðgöngu og sykursýki og verða stór þegar þau fæðast, að þau meira hættu en ella að fá offitu og fá sykursýki þegar fram á ævina kemur, auk annarra kvilla. Þannig að þarna er heilsuvandamál sem að við vitum ekki alveg hvernig á að taka, en væri vissulega ástæða til að taka á. Og rétt er að nefna að þegar maður klárar að fylgja meðgöngu og sykursýkikonum eftir, eða GDM-konum eftir, og reynir maður að leggja áherslu á það við þær að ókei, meðganga sé búin, þá sé vandamálið ekki endilega horfið. Það er verið að passa á því bráðar lengd að þyngist ekki of, maður ráðlegur að fara í mælingu hemoglóbín A1C einu sinni á ári eða svo framvegis til að fylgjast með hvort blóðsykurinn hækki eftir meðgöngu. Því að það er þekkt að GDM-konur, ef það þyngjast jafnt og þétt eftir að meðgöngunni er lokið, þá eiga þær á hættu að fá tíft og sykursýki það fram í sækir, jafnvel innan fá nokkur ára. Meðan var þetta nú ekki sem ég ætlaði að segja, þannig við segjum þetta bara gott núna. Já, þá þökkum við Ingvari kærlega fyrir. Þá þarna opnum við fyrir spurningar. Það má skrifa þar hérna inn og það má Það eru 19 inni. eða þá hringja í mig 8600467. Sko, Ingvar, þú þarna Hvernig ræddum við þessu? já, við spurning bara saman sko þetta. Já. Setja það á speaker, já. Sæll og takk fyrir þetta Ingvar, góður fyrirlestur og gaman. Úttekt á mataræði, því að þetta virðist nú vera, ef ég skil þig rétt, hálfgerður faraldur af þessu bæði sykursýki og ofþyngd hjá konum á meðgöngu undanfarin áratugi eða svo. Er búið að skoða, er þetta mataræðið eða er þetta annar lífstíll eða hvað er að valda þessu? Já, ég vona að við hersli setti snúma hérna við speaker við mikrofónu, já. Takk fyrir það, Sigurður. Sko, þetta er náttúrulega mikið rætt í sambandi við sykursýkja típu 2 sem er það sem að dóminar í dag. 9 af hverjum 10 tilvikum af sykursýki sem greinast í dag eru típa 2. Og þetta er tengd offitu og hreyfingarleysi að talið er í flestum tilvikum, þótt að genetísku þáttur sé þarna auðvitað líka. Hvernig við eigum að ráða við það að fá fólk til að borða minna, hreyfa sig meira, þannig offitan verði ekki eins skelfileg og hún er í dag. Við höfum engin góð svör við því ennþá á Vesturlöndum. Ef til vill verður að fara út í einhvern sambærilegt átak við það sem gert var með reykingar upp á 1980.
þegar að farið verið verulegt algjörlegt átak gegn reykingum og það bara eins og þið vitið mikinn árangur. Þegar það var gert þótt það væri ekki vinsælt tóbaksframleiðendum og það var auðvitað ekki vinsælt af matvælaframleiðendum heldur eða sykurframleiðendum að fara í aðgerðir gegn sæthundum í mat og svo framvegis og við þekkjum það á eigin skinni frá Íslandi að það hefur gengið illa að koma hér sykurskatti á. Já, það er mikil andstæða við það á slíkan hátt. Sko, þú fórst hérna í gegnum í byrjun að það er ýmislegt sérstakt við sykurbúskapinn á meðgöngu. Já. En þetta, myndirðu segja að þetta sé að stórum hluta sömu ferlar og við venjulega sykursýki gerð 2? Það sem að gerist í móðurinni eða spila þessi sérþættir, er þetta sami sjúkdómur sem kemur að miklu leyti eða þetta alveg tvennt ólíkt? Nei, þetta er náskyld sykursýki tegund 2 og þannig bara stigsmunur á milli en ekki eðlismunur hvort konan er komið með hækkaðan sykur á fyrsta trímester ekki. Ef hún er það, þá erum við sykursýki tegund 2 en þegar sykurinn hækkar ekki fyrir á 3. trímester 24-28 vikur, þá erum við að tala um meðgöngusykursýki. En meðgöngusykursýki er mjög oft því miður eins konar forstig að típu 2. Þetta er sama ferlið, tengt offitu, hreyfingarleysi og insulínresistans. Og þannig kemur inn eins og ég nefndi ýmis hormón frá plasenta sem eru til staðar í blóði móðurinnar eins og human plastic growth hormón sem að eykur insulínresistans á meðgöngu. Sennilega í þeim tilgangi upphaflega frá móður náttúru að koma betri næringu til barnsins en þarna fer næringin yfir í ómiklu mæli. Human plastic growth hormón dettur síðan út þegar að fylgjan er farin og þá kemst sykurbúskapurinn í betra lag fyrstum sinn að minnst hjá móðurinn. Fleiri spurningar, það má hringja mig 860-467 og líka skrifa hérna inn á. En þetta erum við, sko, þú sagðir að við værum á svipuðu reki og annars staðar, veistu með eins og með annars staðar á Norðurlandi, þar sem að slærmann það kannski breyst á tímum risaðurlanda þegar ég flutti til Svíþjóðar sem að slærmann það til dæmis hvað fólk er mikið grannra. Er þetta svipað? Ég kann ekki tölur það satt að segja. Harpan við það, já. En þetta er meira eftir vandamál í Skandinavíu líka og ekki síður í Bretlandi þar sem ég þekki betur til. Já. Hérna er Harpa Snædal með Harpa. Já, ég ætla bara að þakka Ingvari fyrir góðan fyrirlestur og vildi bara segja að konurnar eru í óbúslega góðum höndum hjá þér og þær eru finna það að þeim er fylgt vel eftir af þér. Takk fyrir það. Já, ef það er ekki fleiri spurningar þá látum þetta vera lokur. Takk Ingvar, mjög góður fyrirlestur og mjög áhugavert og sömuleitt ókveikjandi efni. Takk. Takk fyrir það.